Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í annan heilsumóla með Betur Reynis og Heilsuhjörlu. Og við vorum að klára að ræða nikkelóþol, þannig að ef þú ert ekki búin að hlusta þann heilsumóla þá skaltu byrja á því. En núna ætlum við að ræða aðeins magasýrur, af því að í viðtalinu sem ég tók við Elísabetu í fyrra, þá aðeins komum við inn á þetta, smá. Og það kom svo mörgum á óvart sem voru að hlusta að einkenni þess að vera með of lágar eða of háar eða hvað sem er litlar og miklar. Magasýrur eru næstu því eins, þannig að fólk veit ekki alveg hvað er í gangi og hvað það á að gera. Þannig að við getum kannski farið aðeins yfir þetta. Í fyrsta lagi bara, hvað eru magasýrur og af hverju eru við með þær? Já, magasýrur eru bara mjög mikilvægar og við þurfum að hafa magasýrurnar í ákveðnu sýrustígi til dæmis ræsa meltingarensím og til dæmis eru magasýrur mjög mikilvægar til að brjóta niður prótein. En með aldrinum þá lækka magasýrurnar. Það er í hæstu hæðum tvítugt og síðan lækka þau með aldrinum. Þannig þegar við erum orðin að ná áttrætt, þá erum við eiginlega búin að missa niður mest af heildarmagni hjá magasýrunum. Þannig að... Já, bara án þess að gera neitt, það bara gerist með aldurinn. Með aldurinn. Þetta bara, þannig ég segi alltaf, við eigum að vera dugleg að ef við viljum vinna á móti öldrun, þá er magasýrur eitt sem við þurfum að passa. Það sem er verið að gera núna, það er alltaf verið að, ef við komum með, við erum með brjóstsviða, komum með einkenni til læknis eða förum í apótek, einkennin eru að við erum með brjóstsviða, bumbult, uppþembu og höfum okkur bumbult, já, þessum mörgum, tökum það bara scenaríó og þá fáum við magasýru lækkandi lyf og sérstaklega lýsa því að kemur svo sýra upp í hálsinn. Einkenni geta líka verið of lágar magasýrur. Það er meiri líkur að þetta séu of lágar magasýrur heldur en of háar. Sem er að valda brjóstsviða. Já, að það gerist það sama. Þú borðar matinn, þú hefur ekki meltingarensím til að brjóta niður. Hann er of lengi í maganum og það er að leiðandi ítist og þjappa sýran upp eftir vélindunum. Þannig að þetta er ekki út af því að þú sért bara að framleiða of mikið af magasýrum. Og það er slæmt að drepa niður magasýrurnar eins og með lyfjum af því að þegar við missum þær, þá er meiri líkur á bakteríusýkingum, það er meiri líkur á magasári og við meltum matinn ekki eins vel. Upptaka steinefna verður verri, B12 verður verri upptaka, að við þurfum magasýrur í þessu upptöku og járn. Þannig að þarna komum við inn á sama og við ræddum í heilsumálunum með nikkel og þetta nefnilega tengist. Því að það eru líka líkur að þeir sem eru með nikkelóþol eru með einkenni að hafa og lága magasýrur. Þannig að hvort sem að kemur undan, orsakað afleiðing, ég get ekki alveg sagt til það, en þetta tengist. Þannig að það er rosa gott ráð að hugsa vel að borða súrkál, drekka kefir, getur tekið epletik á morgnana til að ýta undir réttu magasýrurnar, fá líkamann til að framleiða að stilla sig af og framleiða magasýrur. Fólk oft þegar segir við mig langi að það sé að taka lyf og ég segi og bara ég teka fram hérna í þessum heilsumóla, leitið þá til ykkar læknis til að meta ykkar aðstæði. Þegar auðvitað veit ég ekki hvernig hver einn tekur svona ráðum, en við þurfum að ef við erum komin á lyf þá þurfum við að gera þetta með heilbrigðisstarfsmanni ef við ætlum að hætta því og reyna aðra leiðir. En ef einhver er með of háar eða of miklar magasýrur? Já. Er það sjaldgæfara? Já, samkvæmt öllu statistík þá er það sjaldgæfara. Já. Og af því að árin vinna ekki með okkur. Þú veist bara fólk fertugt er komið með talsvert lægri magasýru en var tvítugt. Þannig að ég myndi, og svo málið það nútímafæði, gjörunin matur, streita fyrir beint í magasýrunar. Og enn og aftur, ef við myndum fá hérna slæmt símtal og okkur verður hvert við, fyrsta sem að herpi saman í maginn, ekki satt? Þegar það er líkamannum eðlislegt að byrja að draga magasýrum svo þú sért ekki að senda skilaboð sem að réttu magasýrum að gera upp í heila að senda niður svengdarhormón að við þurfum að nota
streituna greinlega í að flýja eitthvað Já. og við eigum ekki að borða. Þess vegna fólk með oflága magasýrur, því er oft bumbult, ekki svangt og svo fer það bara eins og hákall á kvöldin í ísskápinn og fram eftir kvöld. Það er bara út af því þá segir líka mér ég þarf orku í það næringu. Þannig að þetta er svona triksið að finna út, ertu með oflága magasýrur, hvað getur þú gert til að ýta undir þannig að ég líður betur. Eitt gott ráð er að gera tilraunir, drekka bara 1 glasa epletiki, með 1 teski epletiki í glasa vatni fyrir máltíðir og athuga hvernig líður. Ég með þetta heima sko svona eins og eitthvað undralyf, ef þú kemur til mér og borðar og segir ég er sött eða sattur og mér líður ekki vel, ég bara, hérna er epletik, prófaðu. Meira þess að eftirmati getur það hjálpað. Og þetta hefur eiginlega aldrei klikkað, þannig að Ég man hvað það tók mér samt langan tíma að venjast þessu bragði. Því sumir finnst þetta geggja, frænka mín setur sko bara epletik út á salat, eða svona bara smá. Ég þarf sko að halda fyrir nefið á meðan ég drekka þetta. Ég bara, Já, mér finnst þetta ekkert, ég er að drekka það núna, mér finnst það ekkert brjálæðislega gott, en ég finn bara svona hita í maganum, mér líður betur. Og sumir segjast bara að fá ógeð á þessu og ég sé bara hlusti á líkamann. Ég tek þetta ekkert alltaf. Ég tek þetta í svona lotum og sérstaklega búið að vera álag og alls konar. Lífið tók bara við, þá finn ég bara, ég þarf þessa hjálp. Já. Og ég veit fólk sem hefur tekið epletik í mörg ár. Já. Það var alltaf að tala um að það var svo gott að byrja daginn á þessu, á fastandi maga. Já, þá kveikjur á rétt á kerfinu. En alltaf með vatni. Já, alltaf með vatni. Einn alltaf að segja að við maður verið svo rosa sniðu og hann tækir breytt sopa. Og ég bara, nei. Þú veist, ég veit ekki áhrif á tennur. Ég hef sjálf tekið epletik meira og minna í 20 ár og það sést ekkert á tönnunum mínum. Þannig að fólk verður bara verið svona, allan kannski taka 1 sopa vatn eftir. En það þarf að taka epletik with the mother, með móðurinni. Því að það er gerjað, það er með bakteríum, þannig að það er allt öðruvísi heldur en bara epletik. Þannig að hvernig myndir þú segja þetta að styðji, að heilbrigð magasýra styðji bara almenna heilsu? Ef þú ert með heilbrigða magasýrur, þá ertu með heilbrigð ensím, þá virkar ensímin, þú brýtur matinn betur niður, hann fer betur meltur niður í þarmana og þar að leiðandi þá meltur hann betur og tekur upp næringarefni. Ef hann fer illa meltur niður í þarmana, þá þú tekur ekki upp næringarefnin, þetta er í allt of stórum pökkum þessi matur, hann er allt of stór mólekúl, líka með sendir jafnvel út ónæmiskerfið, þannig að þú ert komið bara með alla bjöllur á fullu. Og þetta er oft þegar fólk segir bara, ég er alltaf útþanin, mér líður illa, ekki góðar hægðir, þá getur bæði farið í niðurgang eða of harða hægðir að hafa litlar magasýrur. Það bara hvar er viðkvæmnin þín. En umfram allt er þetta bara, eins og ég segi við fólk þegar kemur til mín og það er allt í lagi með meltinguna og allt í lagi með magan, þá erum við ekkert að horfa á magasýruna. Þetta væri bara eðlilegt að eldast vel og það er minnka með árunum, en kannski segjum við fólk eftir 60, farðu svona hugaði að taka magasýrur. Er þetta ein af ástæðunum kannski fyrir því að eldra fólk hefur minni matarlyst? Ég hef sagt það, já, ég get ekki notað fullyrt neitt, en ég hef talið það og sagt það við fólk sem leita til mín. Og ég man alltaf eftir í COVID, þá hringdi hjúkrunarfræðingur frá dvalarheimili í mig, sagðist það heyrt eitthvað í mér og hún sagði, það er janúar, það eru allir listalausir. Og ég sagði, ertu hissa? Það er búið að vera COVID, það er búið að vera lokað á ættingi og heimsóknir, það er allir í kvíða, alveg saman hvar þau eru í ástand á sjúkdómum eða hvað. Og ég sagði, annarkvæmt, þú hefur tvennt að velja, gefa þeim öllum epletik fyrir matinn, sem getur alveg verið erfitt fyrir marga hópa, sérstaklega með svona eins og Alzheimer og annað, eða kaupa sherry. Sherry? Já, það bara, þú veist, sherry, oft þegar þú hugsar ég sagði þetta við eitt lækni vinn minn, og hann hafi lært í Svíþjóð, og hann sagði, já, nú fatta ég, það var nefnilega sherry fyrir mat á einu stað sem hann var, það sem ég er að tengja núna, þar var einhver rosa flottur læknir sem að gaf alltaf bara pínu lítið staupa sherry fyrir mat og fólki fyrir betri list, tók upp betri næringu og því leið betur. Áhugavert. Já. Það eru alls konar svona hefðir sem í gangi sem maður raun og veru veit ekkert upprunnan. Akkurat. En svo þegar maður fara að velta því fyrir sér, þá er þetta svo í slettið, meikar svo mikið sens. Já, það gerir það nefnilega, þetta var svo, og ég segi stundum frá þessu.
Auðvitað, við erum líka náttúrulega að berjast við og þú veist, ekki koma áfengin þarna hérna, en þetta samt tricks. Og ég man alltaf eftir amma mín sem var sko 98 fyrir 99 ára, hún fékk sér alltaf 1 staup á séri á dag. Og það mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa magasýruna í lagi til að þarmaflóran virki rétt. Því að ef að matur fer niður í þarmana illameltur, þá erum við að fóðra ranga bakteríur. Það svo hinn angin af þessu. Þannig að þetta ég segi alltaf líkaminn leitast við að vera bara réttu jafnvægi. Og eitt af því sem við getum byrjað til að hjálpa honum, ótrúlega ódýr og einföld lausn, það epledik, kefir, súrkál eða bara borða 1 lítið epli. Og ég segi bara 1 lífrænt epli á dag eða 2. Þú veist, 1 á mótnana, 1 seinnipartinn til að laga meltinguna, það hjálpar. Þetta æðislegt. Ég held að við séum búin að klára núna svona fylla inn í það sem vantaði magasýrurnar þarna á sínum tíma. Ég held líka bara, og passi bara að prófið þið skammtastarna, kannski þurfum við bara hálfatveiskeið og veikari til að svona fá þolið upp. Já. En þetta allra meina bót svo lækkar þetta insúlínið okkar. Þannig hjálpar okkur, þetta bara, við erum að leiða þetta hérna. Já, það var í næsta. Blóðsykurinn. Já. Akkurat. En minnst líka kannski bara eitt svona í blálokin að því að þú varst að tala um að streitan hefur áhrif á magasýrurnar. Já. Og að því að síðustu viðtölu eru búin að vera taugakerfið og eitt vagustögina. Og hún náttúrulega bara öll stjórnstöðin. Akkurat. Og ef við erum með mikill streitu þá fer bara þessi stjórnstöð í rugl. Já. Og þá oft meldingin sem algjörlega. Fær fyrst að kenna á því, sko. Já. Þetta ég segi alltaf, ef þú ímyndaðir, þú veist, orkunni í kringu þig hringur og það þarf að vera í flæði. Það þarf að vera orka og það oft sem fólk situr hjá mig og segja, já, ég finna hringurinn minn ekki orku. Þá eitthvað að. Og við þurfum bara að hugsa þetta, ég þarf að hafa flæði. Hvernig hef ég flæði? Mælt ekki verður að vera í lagi. Það ekki eðlilegt að nota magnesíumetika, það ekki eðlilegt að nota einhverja gerjaósti. Við eigum að hafa heilbrigða meltingu og eigum að leita leiða til að hjálpa henni. Þannig að það sé eðlileg melting án þess að forsa út hægðunum, á þess að þurfa að gera eitthvað ef við getum bara heilað slímhúðuna, heilað meltingakerfið. Það best. Það verður best fyrir líkamann til að ná að því að þegar þú lagar magasýrurnar, þá lagar þú líka í leiðinni meltinguna og flóruna. En stundum erum við með slæman meltingaveg eða þá gott að grípa í og heila þetta áður að því að ef þú gerir það ekki, þá þetta, þú eldistræðar. Þetta hefur áhrif á andlega heilsu. Þetta hefur áhrif á vagustöðina eins og orðað áðan. Þetta hefur áhrif á taugakerfið. Þetta skiptir gríðarlega máli. En getur það líka haft áhrif? Ég myndi byrja á góðgerlum og vinna í þarmaflórunni. Getur það líka haft jákvæð áhrif á magasýrurnar? Nei. Því að mjög líklega ertu ekki að melta góðgerlana rétti vantar ensím fólk hefur lýst í að það tekur góðgerla, þeir líður ekki sérlega vel þegar í maganum og verða að stendur fyrir mat eða eitthvað og verða þá að taka meðmat því að þá finna þeir ekki fyrir þessu. Málið þá bara hylkin í maganum þar sem að það eru náttúrulega magasýrur en það litlu sem eru ekkert að melta þetta. Þannig að góðgerlarnir fara í rauninu óvirkir niður í þarmana. Og svo getur þetta líka verið, við vitum ekki hvað góðgerla eða hvaða þarmaflóru við okkur skortir. Þannig með því að heila okkur, með því að huga að slímhúðinni í þörmum, þá heilum við réttu bakteríurnar. Og svo þurfum við náttúrulega bara að borða nokkur heilnæma mat til að fóðra réttu bakteríurnar. En gætu meltingar ensím eitthvað að hjálpa til við að koma að núllstilla sig eða hvernig? Meltingar ensím geta alveg hjálpa en það eiginlega alveg svo áðan. Það hjálp eins og taka magnesíumetika til að losa hægðir eða meltingar ensím til að brjóta niður. Ég hef alveg ráðlagt oft hjá mínu skjólstæðingum að kaupa meltingar ensím til að hjálpa sér yfir, sérstaklega núna jólin. Og taka þetta með sig að fara á þorrablót eða ásatíðir þegar erfiðar máltíðir. Og sérstaklega hjá eldra fólki sem kannski aðeins meira að ströggla en við sem yngri eigum að reyna að komast hjá því að vera að taka ykkur töflur. Það betra að reyna að finna út hvað veldur. Svo hangir þetta saman. Ólága magasýrur og nikkel, óþol,
þetta hangir nefnilega saman. Því að ólág og magasýrur skapa verri upptöku járns og það eitt af því sem hefur áhrif á nikkelóþolið. Ofurlátt járn. Já, ok. Þannig að þarna verður bara að vera svolítið jafnvægi. Ef við ætlum að vinna með nikkelóþolið, þar sem við vorum að ræða í hinum heilsumálunum, þá borgar sig að huga líka magasýrunum. Þannig að leiði þetta áfram. Já. Og mataræði sem styður bæði nikkelóþol og magasýrur. Kefir, já, einmitt, allt sem við erum búin að telja upp. Abimjólk, það getur verið grýstjógurt. Ég borða tíafræð, þau geta verið nikkelrík. Okay. Ég finna ekki fyrir því. Ég það svona ein af hverjum 20 sem finnur að hún þolir ekki tía. Og ég elskar tíafræð. Já, svo það fólk bara svolítið að finna. Sumir þola bara alla tegundur af fræðum þó sem nikkelóþol en þola ekki lauk. Þú veist, þetta bara að finna. Hlusta líkamann. Já, en magasýrurnar, það bara það sem við þurfum að gera og það líka skiptir máli svolítið öndun. Þú veist, fá slaka niður í meltingarkerfið. Mitt, vakustögin. Já, akkurat. Það tengist svo allt. Ég veit það. Það róar í kerfið. Já. Ég fann, þú veist, núna þegar bara búið að vera dimmur í janúar og allt þetta, hvað var gott, ég fór út að labba síðustu helgi og tók bara öndunæfingu. Og það fann ég bara, vá, hvað þetta er gott. Þannig líður betur og maður róast og maður róar líka mann. Þetta er mjög skrítið. Já. En þetta er svo geggjað. Já. Þegar maður bara gefur sér tími í þetta. Já. Sumir hafa líka bara á því að tileinka sér hugleiðsla mótnana með að setja ró í líkamann og náttúrulega vakustögina að hjálpa ennþá meira meltingarkerfinu eins og magasýrunum. Og svo skiptir líka máli með magasýrnar ef við erum viðkvæm að vera ekki að tróða bæði stóru skömmtum í okkur og alls konar tegundum. Bara einfalda. Já, ekki hafa ofmargt þetta í skilinu minnur. Og bara þú þarft ekki að sleppa henni, bara borða þetta þá bara segjum bara lítið morgumat, taktu það eitthvað millimál ef þú þarft. Lítið í hádeginu og taktu eitthvað millimál. Kannski vantaði þig kolvetni eða rótargrænmeti eitthvað í hádeginu. Getur alveg fengið rótargrænmeti með einhverju góðri sósi sem millimál. Eða ávexti. Bara, ég held að fólk, að við erum svo misjöfn, það finnur allavega allir sem að tala brjóstsviða og vilja vinna á sig sjálfir eða sjálf, að þau finna það að einfalda matinn er trix. Trixið. Og náttúrulega að segja allir, etikið hjálpar, en byrjum á einfalda matinn, etikið og svo bara slakast, taka hugleiðslu á mótana. Minnka streituna. Já, akkurat. Það er æðislegt. Takk kærlega fyrir þetta, Beta, og ég hlakka til að spjalla við þig aftur blóðsykurstjórnun, þannig að ekki fara langt því sem er að hlusta.